Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hann kominn til mín, Halldór Kristinn Harðarson, velkominn. Takk fyrir það. K.A.K. Já. Það var ekkert erfitt. Nei, það var ekki erfitt. Hún náði þessu. Heyrðu, þú ert með mörg járn í eldinum. Ert að gefa út plötu. Já. Og ert að gefa út nýtt Þórs, myndband og lag. Já, Stuðningsmannalag Þórs 2019. Er gefið út lag á hverju ári eða hvernig er það? Nei, það er ekki gert sko. Nei. Hvenær var gefið út síðast? Var það degja fyrir klúbbinn eða? Já, eða ég Þórsærði á 100 afmælinu á Þór. Já. Þannig að við eigum alveg nokkur sko. Já, og nú er komið tíma á nýtt. Já, þetta er svona, þetta er eitthvað sem mér langaði að gera bara í langan tíma. Ég var beðinn um þetta fyrir 2-3 árum. Já. Og bara það var ekki bara, leiðið aðstæður eða ekki, akkurat þá. En svo settistu niður og bara... Já, svona ýmsir hluti sem að drifu mig áfram þarna þessa dagana. Já, og hvað var það svona sem þú hafðir í huga þegar þú varst að semja Stuðningsmannalag Þórs? Hvað? Það er náttúrulega bara það, þú veist... Rautt og hvítt, Rautt og hvítt, ég náttúrulega... Ég skrifaði einhvern post í morgun sem að fylgir þessu eftir. Já. En það er bara... Íþróttafélagið Þór hefur kennt mér svo ógeðslega mikið. Já, ertu svolítið alveg upp þar? Já, ég bara, þú veist, bara frá fæðingu, sko. Þá skráði ég gamli mig í klúbbinn, sko. Okay. Þannig að ég hef alltaf verið mjög harður Þórsari og þegar að, þú veist, allir þeir sem hafa þjálfað mig og allir þeir sem hafa verið í kringu klúbbinn, þú veist, þegar þú ert komin inn í þetta þá gerir þér almennilega grein hvað þorpið er og hvað Þór er, sko. Þannig að mér langaði svona aðeins að koma því til skila. Ég fekk að kíkja aðeins á þetta, hérna er skot af glerárni auðvitað og öllum þessum helstu stöðum og öllu fólkinu og þetta er bara mjög flott, það hafa ekki með þetta. Takk fyrir það. Það er bara verið að frumsýna þetta, já þátturinn fyrir loftið á morgun þannig að frumsýningin var í gær. Já, frumsýningin var í gær. Ertu eitthvað stressaður að sýna þetta? Já, ég er sko miklu stressaður fyrir að sýna þetta heldur en til dæmis þegar ég droppa plötunum minni, sko. Já, tölum líka aðeins hana, því þetta átti ekki bara að vera Þórs. Nei, allt í góðu. En platan verður gefin út hvenær? Hún í rauninni 24. maí, sem er föstudagur. Sem er í dag þá. Sem er í dag þá. Og þarna, já, miðnætti, eða þú veist... Er þetta bara þá ítir maður bara enter? Er það sem gerist? Þetta er klárt einhvern veginn? Já, ég er búinn að hlaða þessu öllu upp og ég bara valdi þessa dagsendingu. Þannig að þetta kemur bara sjálfkrafa klukkan þá 23 eða 00 á föstudagsnótti. Og hvað er þessi aðdragandi þessari plötu búinn að vera langur? Hann er búinn að vera síðan örugglega rétt fyrir jól, sko. Ekki lengra en það? Nei, málið er það að, þú veist, það var sá tími þar sem ég ákvað að annaðhvort myndi ég hætta að gera tónlist eða ég myndi aðeins breyta smá stefnu hjá mér og gera þetta af miklu meira gamani og svona, eða ég myndi bara slúta þessu. Ég var komið smá leið á þessu öllu, ég var komið leið á að vera í sviðsljósi og svona og fór að einbeita mér á miklu öðruvísi verkefnum og vera kannski aðeins meira bak við tjöldin og þú veist ég að skipuleggja viðburði og þess áttar. Þannig að þetta var eiginlega svona, ger ég þetta núna eða bara hætti þessu. Og ég ákvað bara að taka skarið, ég pantaði mig flug suður og tók bara stúdíósessjón með Helga Sæmundi, vinum mínum, sem er í Úlf. Og við tókum einhverja viku þar sem við settum bara upp grunna og þróum okkur áfram í danstónlistinni mitt. Já, sem er þá nýtt fyrir þér, eða? Já, sem er eiginlega, já, nýtt kannski ekki. Eða svona smá stefnubreyting? Bara smá stefnubreyting á mér, en ég hef alltaf verið svona eitthvað í kringu danstónlist og fíla hana mjög mikið. Og já, megin markmiðið með þessari plötu var bara að hafa gaman og ekkert vera að stressa með á neinu og kannski ekki ritskoða mig of mikið, sko. Og tókst það? Var það ekki bara gaman? Jú, það eiginlega bara tókst, sko. Og ég er mér þykir núna mjög vænt þessa plötu, sko. Það er frábært. Þannig að ég finn svona aftur smá tónlistamann í mér, sko. Og það kannski kickstarta líka þessu að ég hafi, þú veist, keyrt á að gera þetta Stuðningsmannalag, sko. Ég hefði kannski aldrei gert það ef ég væri ekki í þessu ferli að gera músík, sko. Ætli það sé ekki eðlilegt fyrir bara alla, tónlistamenn og alla, þú veist, að koma svona og svo allt í einu bara ef maður komur núna í einhverja lag og er bara orðinn þreyttur. En það er frábært að ná sér upp úr því þá aftur og sjá ljósið og finna svona áhugann aftur. Já, algjörlega, þú veist, ég náttúrulega bara yfir höfuð þá er mér gaman að skapa og gera eitthvað, sko. Það er mér gaman að, þú veist, bara braska eitthvað. Bara það sem ég þarf að hafa fyrir hlutunum og þarf að hugsa sjálfur og svona. Þú leikstýrir myndbandinu við Þórslægið, ekki? Já, ég gerði það og þú veist, og ásamt, eða þú veist, Axel Þórðarsson, hann skaut það og klippti og voru svona smá saman í þessu en
En jú, ég skrifaði það sem ég vildi að myndi koma fram og svona, því að kannski ekki, hann alltaf kemur örugglega langbest frá einhverju Þórshjarta, sko. Svo ætla að leyfa okkur aðeins að heyra lag af plötunni. Hvaða lag ætlar að taka fyrir okkur núna? Lagið heitir Kaupa hús. Já, sem þú ert að gera það ekki? Já, ég var að kaupa mér íbúð og þú veist, þegar maður er rappari og þá þarf maður að vera smá kokki og það þurfa að vera smá stælar í manni og þarna, þetta er eiginlega bara smá eftirmynd af því, sko. Já, fáum að heyra lagið að Kaupa hús. Takk fyrir að koma í þáttinn. Yes. Það hafa ekki með nýja þúslagið og nýja plötuna og gangið vel. Takk fyrir það sem leiðis. Húsvörðurinn á Spotify 24. maí KAK. Nú dönsum við. Var að koma á fundi og var kosin inn sem bæjarstjóri. Stjórna núna bænum, kallaði mig bæjardóri. Færi díl hér og þar, kaupi bílón og það. Geri mikið, geri fullt, svo þið talið með maður. Þykjast allir þekkja mig en bara til að komast inn. Ég er góður gaur en er samt ekki vinur þinn. Ekki taka út ef þú leggur ekki vinnu inn. Ef enginn er bankinn, þá virkar ekki leikurinn. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Settu á mig kórónu og settu vín í glasið mitt. Þú varst að kaupa nýjan ís en ég keypti nýjan bíl. Upp í Kakastakastað, veist ég er á ferðinni. Sæki mitt græsik, já þó þeir séu erfiðir. Allir vilja vita hvernig gengur, ekki spyr mig. Flesti bulla bara steypu og eru svo fyrir. Þú græðir ekki sér því að þú ert alltaf dópaður. Ég færi sétið mitt burt en þú ert ennþá brókmaður. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í plús og svo loka næsta díl. Ey. Ey. Þetta var lagið Kaupa hús af plötunni minni Húsvörðurinn 24. maí og öllum helstu streymisveitum. Takk fyrir mig.